recording hérna og fara yfir analog hlutan og hér höfum við mynd af því sem við ætlum að bæta við í vélgreiðslukerfið þar sem við berum saman raungildi og markgildi og þetta virkar þannig að við höfum samanburðarþátt hérna sem kallað compare og við látum hann bera saman raungildi A og markgildi A. Það þýðir það ef raungildið lægra en markgildið þá hár út úr samanburðarblokkinni, það engin bilun. Það eins og við vorum með bilunarófan, hann gaf samband og það allt í lagi, muniði. En ef raungildið fer upp fyrir markgildið þá dettur bilunin A í lágt gildi og þá byrjar tímaleiðin að telja senkunina niður og bilun A kemur þá í rauninni inn á innganginn sem er hérna hérna bilun A hér og þegar senkun hefur talið sig út þá fáum við viðvörun byrjar rauðaljósið að blikka og grænljósið fer út bara eins og hefðbundið Þannig að við þurfum núna að finna það út hvar finnum við þennan compare kassa og líka hvar finnum við þetta operate. Og annað sem við sjáum hérna voða skrítið að hérna prósentumerki S13. Þetta systembitið 13 sem gefur okkur upphafspúls eða hann verður virkur í fyrsta keyrslu í fyrstu keyrslu vélarinnar þegar við setjum hana á run eða first scan run sem þetta kallað á ensku og hérna segir á ensku að venjulega hann að lágu gildi en hann í hátt gildi á meðan að fyrsti scan hringur master task varir eftir að inntöluran sett á run og hérna sýnt að tala 380 gráður hitastigið, það sett inn sem markgildi í upphafi þegar inntölunin sett á run og þannig að þetta fer inn í minnishólf sem kallað markgildi A en þetta gerist þá bara leið og við setjum hann á run en eftir það þá getum við breytt þessu gildi en þetta gildi kemur alltaf aftur inn þegar við endurræsum vélina, þess að sagt inntöluna. Og svo höfum við hérna annað gildi, raungildi B, það fyrir hinn innganginn, biluninnganginn og markgildi B, þar hérna höfum við sett inn töluna 500 og þetta alveg sama virknin. Þannig að ef að raungildi B lægra en markgildi B að þá hátt gildi út og þetta sama hérna að systembiti S13 hann setur 500 töluna inn í þetta minnishólf inn í markgildi B og þetta markgildi B verður að vera merkt inn í data editornum sem integer int og hérna aðeins bara blikkaran sem var systembiti 6 og síðan upphafspúlsinn systembiti 13. Þetta bara síður úr hjálpinni eða myndir þaðan. Og þá skulum við skoða hvernig við setjum þetta inn í stigaritið. Við myndum setja þetta bara hérna neðst. Nú ég ekki búinn að gera neitt mikið í þessu en ég ætla að stækka þetta upp þannig að við sjáum þetta betur og þá þarf ég að byrja á því að setja samanburðarþátt hérna, compare og hér kemur það fram COMP og það fæ ég þetta hérna hægra megin við boolean link þá sem sagt fyrst operate block og síðan
compare block. Ég verður að smella á það og setja hana hérna inn á. Ég ítti hérna á compare block og við þurfum að samþykja það. Við ætlum að breyta forritinu náttúrulega. Það er það sem að já, bara þið setjið þetta bara þarna neðst í ykkar stigaritt og við tengjum þetta annars vegar bara út í vinstra megin, startlínuna og hins vegar ætlum við að tengja þetta við bilun A útgang sem að gefur okkur þá inn á vélgæslukerfið bilun þegar við erum búin að ganga frá þessu öllu saman. Við getum í rauninni klárað bara að setja þetta upp. Við getum sett inn hérna síðan System Beta 13 hérna fyrir neðan og Operate blokkina hérna. Smellum á Operate blokkina hér og hún á bara að tengjast svo lengst til hægri og þannig að við þurfum að setja hérna link þar og líka link hérna á milli og þá hættir blokkin að vera blá ef við erum búin að tengja hana og tengjum við alla leið með þessu boolean link og sama gerum við B-inganginn og við ætlum að hafa samanbara blokk hérna neðar, setjum hana hérna og útgang venjulegan eins og áður og það klárast að tengjast út og við getum notað linkinn til þess að klára línuna út og Operate block hérna getum við haft hérna fyrir neðan síðan. Já, við komum aðeins of mikið til vinstri, nei til hægri, ég ætla aðeins að fá hann að lítið meira hérna, svona og svo þarf ég bara að linka hana hægra megin út í útgangslínuna hér, þannig að það er frágengið allar þessar línur, þær þurfa að vera tengdar út og svo þurfum við að hafa hérna merki frá System Beta 13 sem sendir upphafstölugildið inn í minnishólfið, markgildi B þá í þessu tilfelli. En nú ætlum ég að tengja hérna með þessum link saman inganginn og inn í operator blokkina og þá er komið að því að merkja þetta allt saman. Nú við byrjum á því þá að tvísmella á compare því að þar þurfum við að skrifa inn þennan texta sem að eða ná í og í rauninni er best að byrja á því að setja raungildi og markgildi inn í data editorinn. Ég var ekki komið með það hérna þannig að þá ætlum ég að byrja á því að skrifa þetta hérna inn svo að þetta verði engin ruglingur á þessu. Raungildi A og þetta er ekki í bool þegar þetta er ég þarf að breyta þessu hérna í int sem stendur fyrir integer, heiltölu og nú ætlum ég að draga hérna raungildi A aðeins niður og þá fæ ég aðra merkingu á það og ég ætla að endurskýra það sem raungildi B. Svona. Síðan hafa ég markgildi A næst. Og aftur ætla ég að kópera þetta niður og breyta þessu í B. Svona. Í sjálfu sér gæti maður sett tölugildi beint hérna inn en þetta er líka þægilegt til þess að vita fyrir hvað þetta stendur. Þetta er markgildi. Já, data editorinn, það er þetta tákn hérna, þið sjáu það hérna Analyze Project og síðan Rebuild
og síðan kemur hérna rebuild everything og síðan kemur project browser, FTT, DTM browser og síðan data editorinn þar hægra megin við. Búin að finna hann. Ljómandi. Og þá höldum við áfram að setja hérna inn og já, ég var búinn að tvísmetla á þetta en þarna get ég núna náð í, smetli hérna á 3 punktinn og hérna næ ég í raungildi A fyrst, tvísmetli hérna á raungildi A. Þá ég komið með það og nú verður það að vera minna en og ég set hérna bil, eitt bil og á lyklakortinu þá minna en, það lengst til vinstri við shift takkan, minna en, svo aftur bil og þarna á að koma síðan markgildi A. Það sást ekki á myndinni í verkefninu ekki nema í textanum fyrir neðan, í gula rammanum. Og þá næ ég í það, í data editorinn, markgildi A og það alltaf hægt að ná í þessi gildi með því að smetla á 3 punktin hérna. Og núna ef ég smetli bara hérna á apply þá kemur þetta inn í, á þetta kom inn í kassan. Hún spyr á ég að breyta, já, ég vil staðfesti breytingu og þá sjáum við hérna raungildi A komið hérna inn í samanburðarblokkina. Ef að þessi hérna texti væri ekki svona langur og mikill, maður geti bara sagt hérna RA minna en RB, þá sæi maður þetta hérna allt saman inn í blokkinni. En þetta ekki stærra en það að þetta hverfur ef við höfum stór nöfn í þessu. Þá erum við komin þetta. Nú skulum við bara fara beint í compare B. Þannig að, og þá það raungildi B. Tvísmetla á það. Bil. Minna en. Og aftur bil. Markgildi B. Tvísmetlum á það. Og þá ætti það að vera komið. Smetlum apply, þá kemur það inn í blokkina, compare blokkina. Og ok. Nú, þá ágætt að merkja hérna útgangana. Hafa þetta sem bilun A. Ok. Og bilun B. Tvísmetla 3 punkturinn, bilun B. Ok. Og þá hefum við eftir að setja system beta SSH13. Og hérna þurfum við að skrifa hann inn. Þá það prósentumerki, stórt S og 13. Og til að flýta fyrir mér næst þá afreita ég þetta, Ctrl+C og setja líka hérna niðri. Hann kemur líka hérna inn. Og Ctrl+V, líma hann hérna inn. System beta 13. Þá hann kominn, ok. Síðan setjum við inn í operatorblokkina. Tvísmellum á hana. Þar þarf að koma fram markgildi A. Markgildi A. Ok. Og til þess að setja inn í blokkina þá þurfum við að setja bil, tvípunkt og sama sem. Þannig að við að færa inn gildi og skrifum þá hérna 500 sem dæmi. Eins og stendur í verkefninu. Við getum alltaf breytt þessu ef við viljum. Já, ég geri A, bil, tvípunktur, sama sem, bil, 500. Sama sem og bil aftur og 500. Já, býtu við. Ég fór í línuvilt. Þetta fyrir markgildi A, þetta á að vera 380. Svo laga það. Það á að vera 380.
3, 8, 0. Svo við förum alveg eftir verkefninu og engin ruglist. Svona á þetta að vera. Apply, þá kemur þetta inn í kassan, sést allt saman og OK. Og auðvitað hefði getað kópírað af þessu svo ég þyrfti ekki alveg að skrifa eins mikið, en hérna næ ég í markgildi B og þá það bil tvípunktur sama sem bil, þarna kemur 500. Apply, þá kemur það hérna niður og OK. Þetta í lagi. Og þá þetta uppsett og nú þurfum við bara að prófa þetta. En það sem við þurfum að bæta í á skjáinn, það eru sleðar. Við erum að setja inn sleða, nú vorum við að nota þetta hérna. Og ég ætla að setja þessa sleða hérna fyrir ofan. Og náum við í Scale Indicator, svona. Og dreg svo hérna til hliðar, setja í copy svo, og paste, og færa hinn hérna fyrir neðan. Já, ég valdi skjáinn, fór í screen, til þess að breyta yfir í skjáinn, og síðan valdi ég sleðan, Scale Indicator, sjáu þið það? Já, smelti á það og bjó til kassa. Kannski aðeins svo langt hjá mér, af því að ég hef þetta allt saman svo mjótt. Ef ég vil hafa þá alveg nákvæmlega jafn stóra, þá náttúrulega get ég tekið afrit af öðrum og vistaðan, já, Ctrl+V límtan hérna niður. En ég vil hafa meira, ég vil sjá tölugildin. Þá fáum við hérna Entry Field. Sjáu þið það. Hérna Scale Indicator, það var sleðin, sleðaviðnámið eiginlega sem maður getur breytt tölugildinu með handfangi. Síðan förum við hérna lengra til vinstri og endum hérna vinstra megin við push button. Þar Entry Field. Veljum það og búum til kassa þar. Hérna hægra megin við sleðan. Copy, paste. Og þá fæ ég hann alveg eins hérna og reyna að jafna það hérna. Svona. Þetta sé ekki gott. Og nú þurfum við að merkja þetta allt saman. Hérna ætla ég að merkja þetta sem raungildi A. Tvísmelli á sleðan. Og fer inn í raungildi A hérna, tvísmelti á það. Og ég vil láta sleðan vera að vinna í kringum þessa 380. Þá get ég haft hérna 375 og upp í 385. Þetta mjög nálægt kringum hérna 380, þannig að með því ég bara hreyfa lítilega þá getum við stilt þetta mjög nálægt lagi. Og þetta hérna þá raungildi A, þá sé ég tölugildi þarna. Og hérna þarf ég ekki að stilla það neitt sérstaklega. Og þetta hér raungildi B, næ í það. Ég ætla að stilla þetta í kringu 500, segjum 495 og 505 segjum það. Auðvitað getur haft þetta 510 eða hvað sem Já. (495 og 505) og prófum þetta. Og hérna vel ég þá raungildi B. Ok. Og við sjáum það, ef við hreyfum þetta þá fáum við strax ákveðna mælingu. Það færi þetta til. Það 502, 501, akkurat með 500 hérna.
og svo að þessu náum við upp fyrir 380. Já, þú þarft að tvísmella á kassan. Þú þarft að tvísmella á þennan hérna og velja raungildi A. Gerðu það ekki? Já, já. Sko, þetta breytist ekki náttúrulega nema að þú gerir skjáinn virkan. Nei, enable write variable. Ertu búin að prófa það? Sko, ef að skjárinn er valinn þá er þessi stika virk og þá er þetta táknið lengst til hægri enable write variable. Verður að smetla á það til þess að gera skjáinn virkan. Ok, þá þurfum við að skoða það. Hvað er í veginum? Þetta á að virka svona og við sjáum það ef ég fer hérna. Já, ef ég væri búinn að framkvæma allt forritið, eða setja allt forritið inn, að þá og hérna keyra það. Og þetta virðist vera á run núna og allt forritið væri inni. Þá myndum við, ef við færðum efri sleðan til lengst til hægri, þá myndi bilun A rofin breyta sér, rjúfa hérna og þá kemum við náttúrulega með ljósin. Ég er ekki heldur búinn að ganga frá ljósunum, þannig að þetta er bara sem tilheyrir hliðræna þættinum, analóg hlutanum af vélgæslukerfinu. Það er að ef við værum með hitastigsmælingar hérna inn til dæmis í kringum 380 gráðunar annars vegar og kringum 500 gráður hins vegar. Þá held ég láti þessu lokið og skoða þetta hjá ykkur hvernig staðan er. Stop recording.